Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla, lífæð samskipta. Njóttu þess að vera að heiman. Heimavörn Securitas. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir fasteignafélag. Okay, let's watch the game in my place. Hello? Hi. Where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Wow. Nice dress you got there. Change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible. Alltaf þrái ég þig heitt, þó líði ár. Í heiminum getur ein eitt þerrað mín tár. Þó líði ár og öld, ást mín ætíð ætluð þér. Þó gleymir þú í heimsins glaum öllu mig. Ég elska þig í svefni sem. Hafðu augun á boltanum með N1. Let's roll. Samfinn kynnir. Sure there's not anything that you're not telling me? The Lincoln Lawyer. You got one client in jail. Empire segir pottþéttur thriller með Matthew McConaughey. The Lincoln Lawyer. Forsýnd alla páskana í sambíóunum. Þú færðu meira eða miklu meira. Þú fær 20% fleiri mínútur og SMS í farsíma þegar þú færir þig í nýtt Vodafone Gull. Skráðu í 1414 strax í dag. Vodafone. Velkomin í heim hátækni. Við bjóðum eitt besta úrval af sjónvörpum á landinu. Á tækniblogginu okkar færðu nýjustu tæknifréttirnar utan úr heimi. Við bjóðum frábært úrval af farsímum af öllum stærðum og gerðum. Komdu í Hljómskálan í verslun okkar og upplifðu sannkallaða veislu fyrir skilningavitin. Og við erum líka sérfræðingar í hátölurum og mögnurum. Hátækni. Framtíðin hjá okkur. Stundum bjart, í lífi hvers manns, sem fyrir varir vitja sorgir hans. Við sjáum svo sterkt dæmi það, að augnablikið breytir stundarstað. Nætur, vikur, mánuðir, ár. N1, meira í leiðinni. Míla leggur metnað sinn í að vera ósýnileg. Strengir okkar tengjast þó öllum íslenskum heimilum beint eða óbeint með þjónustu við þá sem þjónusta þig.
Sími, internet, sjónvarp, slökkvilið og slysavarnarfélög eru meðal þeirra sem Míla kappkostar að bjóða fullkomnustu aðstöðu til fjarskipta á hverjum tíma. Míla, lífæð samskipta.
Góðan daginn, áhorfendur góðu, velkomin hér á næsta leik sem við með lýsa. Nú að hefjast hér úrslitaleikur í Íslandsmótinu og þetta leikur í þriðaflokki kvenna. Við erum hérna í Vodafone höllinni þar sem er búið að vera stanslaust handboltafjör síðan 9 morgun. Þetta eru liðin í dag eru HK og Haukar og fara eins yfir liðin hér í dag í liði HK. Númer 12 er Rebekka Guðmundsdóttir, númer 7 Gerður Arbjarnadóttir, númer 11 Arna Dýrfjörð, 13 Sóley Ívarsdóttir, 17 Þórun Anna Ómarsdóttir, 18 Heiðrún Helgadóttir, 15 Hildur María Leifsdóttir, 22 Valgerður Þorsteinsdóttir, 26 Júlía Birgisdóttir, 28 Arna Björk Almarsdóttir og 31 Salka Þorðardóttir. Þjálfarar þar eru Hilmar Guðlaugsson og Hafdís Guðjónsdóttir. Í liði Hauka er númer 12 Tinna Húnbjörg, 16 Björk Ívarsdóttir, 3 Elma Dögg Birgisdóttir, 8 Sjöfn Ragnarsdóttir, 9 Karin Helga Sigurjónsdóttir, 11 Katrín Guðmundsdóttir, 13 Sóldögg Stefansdóttir, 22 Elisa Björg Árnadóttir, 23 Viktoria Valdimarsdóttir, 27 Gunnhildur Pétursdóttir, númer 29 Ragnheiður Ragnarsdóttir, 33 Guðrún Ósk Guðjónsdóttir, 86 Ragnheiður Sveinsdóttir og 94 Steinunn Ragnarsdóttir. Og þjálfari þær er Einar Jónsson og leikur nú alveg að hefjast hérna. Haukarnir byrja. Dómarinn í dag eru Arnar Sigurjónsson og Svavar Ólafur Pétursson. Þessar stelpur eru margar hverjar að spila í meistaraflokki líka í N1 kvenna og hafa staðið sér nokkra frábærlega þar. Og Haukarnir byrja hér bara og skora eftir 17 sekúndur. Leikmaður númer 22. Elisa Björg Árnadóttir. Það var ekkert verið að bíða eftir því. Og ef við förum aðeins yfir þetta svona rétt með að leikurinn að hefjast að þá HK var deildarmeistari og Haukar voru í öðru sæti. Og HK fekk 31 stig eftir veturinn eftir 18 leiki og Haukar 30. Þannig að nú er ekki mikill munur á milli þeirra. Nú fyrsta skot hjá Haukum og markmaður nummer 16 hjá Björk Ívarsdóttir komið sitt fyrsta skotvarið. Hávörnin hjá HK varði þetta skot, kom seinni bylgi hraðplöki hjá Haukunum. Og smátöða titringur hérna í byrjun, kom hérna boltan í stök, þannig að við höldum áfram að fara eins yfir þetta að þá í fyrirleik þessara liða í vetur í fyrsta leik þá var á heimaðalli HK og Digranesi, þá var jafntefli 28-28. Í seinni leiknum á Ásvöllum þá var unnu Haukarnir 26-23. Þannig að þetta er greinilega mjög áþekkt lið. HK hefur verið með tiltölulega meira sóknarlið og skorað 603 mörk í vetur. Fáðu 470. Ekki dæmt, vilja meina að það bara fengið frí skot. Haukarnir koma hér í hraðflöp. Leikmann nummer 9 sækir á leikmaður 8. Hortmaður fyrir inn og skora. Leikmann nummer 23. Viktoria komið 2-0 eftir 2 mínútur fyrir Haukarna. Og eins og ég segi, HK búinn að skora 603 mörk í vetur, fá á sig 470. Það er markatala 33-26. Og Haukar er búinn að skora 531 mark í vetur og fá sig 451. Með markatölu að jafna þá 29-25. Þannig að þessi lið eru mjög áþekk á öllu leyti. Kemur HK á innleysingin og horni, góð línusending. En hornmaður greip ekki boltan. HK vinnur boltan hér aftur. Svona smá fimpul fambáðum. Leikmann nummer 19 átti að fara strax inn, átti að vera óhrætt að taka þetta strax. Nú leið þessari líða síðan eftir deildakeppnina þá spiluðu Haukar fyrst í afturreldingu Fjölni afturreldingu sem var efstalið í annarri deild og unnur það. Nú Haukar spiluðu næstu Grótt og unnur það tiltölulega örugglega báðu svona leiki á leiðinni í úrslitaleikin. HK spilaði K.A. Þór heima, 8 liða og vann og síðan spilaði við Fylki sem var lið að minnir hafi verið í 3. sæti í deildakeppninni frekar en 4. og unnu þann leik með 2 mörkum.
Þannig að við ættum svona eftir allir fórskrift að vera með 2 sterkustu liðin hér í þriðja flokki kvenna. Koma Haukarnir hérna, HK spilar 6-0 vörn með tiltölulega 2 hávaxnar á miðinu, leikmann númer 18 sem er Heiðrún og leikmann númer 7 sem er Gerður Arbenóttir. Þetta eru 2 hávaxnar stelpur, 2 turnar og þannig það HK reyna að vinna þetta þannig að beina inn á miðjuna skotum og það komið merkjum leiktöf á Haukar að taka skot og markmaður HK varði þennan bolta og fyrir eitthvað laus skot. Komaði núna HK með hraðaplöf, gekk ekki, haldi áfram að spila, sækir á markaboltan. Svolítið svona óðagott á HK-stelpunum í byrjun, uppspenntar, óöppin, leikmæður með 23 fekk tiltölulega gott skot og skot framhjá. Leikmæður með 23 hjá Haukum. Viktoría Valdemarsdóttir sem skoraði á hann úr ágættis færi. Og leikmæður númer 31 hjá HK var að fá áminningu. Það er Salka Þórðardóttir kom með áminningu. Nú HK ekki ennþá komið að blað eftir 5 mínútur, svo sem ekki mikið skoraði í þessum leik, 2-0 fyrir Hauka, kemur innleysing hérna. Það er ekki nægilegt flot á boltan hjá HK, það er mikið að niðurstungum, það er ekki alveg að vinna þetta rétt. Haukarnir koma hérna í rólegheitum. Stilla upp. Að setja upp þetta kerfi en hætta við, spila bara einfaldan bolta, stimpla bolti yfir í vinstra hornið og víti. Leikmaður númer 19 Stittsileið var farin að hjálpa mikið og Stittsins á leiðinni tegin, þetta hárrétt dæmt. Leikmaður númer 27 hjá Haukum, fyrir á vítapunktin Gunnhildur og skorar örugglega. Guðmundur Pétursdóttir. Þetta er óskap byrjun fyrir Haukana. Svo sem ekki mikið búið að gerast í leiknum, 6 mínútur búnar og HK eftir að brjóta ísinn. Þetta er svona verið að leita fyrir hérna inn, vel gert hjá henni. Leikmaður númer 19, Hildur María Leifsdóttir, fór í fintu og sneri sér síðan og aftur inn í hornið. Klipping hér hjá leikmann nummer 33, Guðrún Ósk Guðjónsdóttir með sitt fyrsta mark. Þarna tóku Haukarnir það að miðju, einfalda klippingu, boltinn í horn og kláruðu þetta vel. Því segi ég, mér finnst hérna full mikið að niðurstungum. Mér finnst þér ekki verið að leita að réttu hlutunum. HK-stúlkur eru ekki svona að gera sér þetta auðvitað fyrir með því að fá ekki flota boltan. Þannig að Haukarnir spila lengra frá, byrja hér bara á einföldum sóknarleik, taka hér í boltanlega klippingu, leita að leiðum, reyna svo að koma í aðgerðir. Það eiga náttúrulega ekki í Haukastelpunum verið að leita inn á miðjuna, þar sem 2 hæstu varnarmennir eru. Ekki frekar að vera að leita að færum á milli 1 og 2 beggja vegna. Hending kemur upp hjá dómurum, alveg rétt, og skot og skorar. Leikmaður númer 8 hjá Haukum, Karen Helga, og staða 5-1 fyrir Hauka eftir 8 mínútna leik og svona ekki alveg réttu bragurinn ekki réttu bragurinn HK með það sem ég sé til þeirra hér í vetur. Þær hafa verið að skora mikið og eins og markartan gefur til kynna 33 á meðaltali. Já, þannig fóru þær rétt að leiðina, letu boltan vinna. Leikmaður númer 18, Heiðrún Helgadóttir með sitt fyrsta mark.
Þetta náttúrulega eins og alltaf þarna ertu í úrslita leik og þessi spurning hversu spennustíð hátt í byrjun leik. Svo vinnur þau nú úr því. Haukarnir reyna að skota miðju, sem framhjá, leikmaður númer 9, Karin Helga reyndi þetta skot, koma Hákonstúlkur, Líðustunga, inn úr horni. Haukarnir hefnir, markmaður fékk boltan aftan í sig, fór í stöngjum aftan inn en var með gott viðbragð og náði honum ára hann fór inn. Og Haukastúlkur fellur ekki alveg með háka á augnablikinu, það er nú svolítið það sem þarf í þessum leikjum, það þarf svolítið að falla með þér, það þarf að fá smá hefni í því sem það að gera. Haukmann úr 27 skot, beint á markmanninn og velverðin koma Hákastöppur, ekki reynt hraðuplöp en þá kemur klipping, vel gert, bolt í horni, vel gert. Já, þetta var hárrétt dæmt, ég sá það hérna, hún stegi á línuna, þetta var vel gert hjá þeim. Hákastöppum, hún óuppinn að því á línuna, koma Haukarnir, svipaða útfærslu, tæma horni. Nei, það er ekkert á þetta. Þetta er alveg góð lína hjá dómurum. Þó svo að varnarmaður sé að svo hreyfingu, meðan hann er ekki að ýta við leikmanni, þá er ekkert á það. Tvær á leikmann númer 22, Valgerði. Fór vel í þetta, hún Heiðrún. Ég er að lesa vitlaust, það var Elsa Björk sem að fór út af. Gerður Arnbjarnar að skora sitt fyrsta mark, númer 7 hjá HK. Það vil ég segja að það var leikmann númer 18, Heiðrún Helgadóttir hjá HK, sótti vel á Sóldug, hraðaplöp, gekk ekki. HK ákveður að klippa hérna út meðan það eru einu fleiri. Það er mjög eðlilegt að það reyna að þétta vörnina, láta að spila 4 af 5. Ekkert. Koma Hákonstúlkur inn á línuna. Mjög fylgir sér. Salka er mjög fylgir sér, hún gerir þetta mjög vel. Og þú sjá, þarna þekki HK-liðið betur, nú er bara á örskamri stundur að búin að skora 3 mörk í röð og búin að breyta úr 5-1 í 5-4 fyrir HK og það eru búin að nýta sér þetta vel einu fleiri, þannig þetta telur. Koma Haukastelpunar, vel gert hjá henni. Viktoría gerði þetta mjög vel, sótti þetta bara sjálf, fór í fintu og stakk niður og fór fram hjá sóttin á miðjuna. Sama hérna hinum megin, þetta er svona einstaklega framfært augnablikinu. Valgerður Þorsteins komast á blað hérna. Þetta vel, það er að halda áfram að taka inn úr umferð. Hilma breiður á það ráð, telur að vörnin hafi ekki verið að halda og vilja halda áfram að taka úr umferð. Sjáum hvað setur með það. Haukamenn þarf náttúrulega að finna upp eitthvað nýtt þá. Já, þetta er hárrétt og víti. Hárrétt. Þannig að sækja þeir á milli 1 og 2, fá línumannin til að vinna með hægri væng og vinstri væng og fara að vinna meira 1 á 1. Vítakassin fór úr súginn, fór í hérna stöngina. Ekkert að þessu. Áminning, það er hárrétt. Var að mótmála eitthvað.
Varnarmaður var nú bara komið þarna búinn að taka sér stöðu og Valgerður vissi ekki af hennu og var eitthvað svegt að missa boltanum, koma haugamenn hérna og HK komið dottið aftur niður í sína 6-0 vörn. Staðan 6-5 fyrir Hauka eftir 13,5 losnar úr línuna og leikmaður númer 27 Pétur Flóttir skora sitt annað mark. Þetta er svolítið íkjölu dómur. Þetta er bara fríkast, ég ætla að fara að segja það að maður víti hún var löngu búið með skrifin. Það er bara að færa áminninguna, hún var löngu búið með skrifin. Það þýðir ekki að mótmæla því. Þetta er hárrétt dæmt. Hún var löngu búið með skrifin. Leikmaður númer 19 hjá HK, Hildur, hún verður að passa sig aðeins þegar hún að taka þessa snúningssyndu inn í horn aftur, inn í hægra hornin og hún rekur riðsóldi á varnarmanni þannig að hún verður að passa þess að fá ekki á sig ruðning. Laglega gekk hjá henni. Þarna stókst hún vel á. Fór inn á milli. Skoraði. Komið til annað mark. Haukarnir stillu upp hérna eru tilfæðulega rólegri heldur en í sínu sóknarverkjum, byrja rólega, koma svo í höfninu horni og skora. Leikmaður númer 33, Guðrún Ósk með sitt annað mark. Þarna er markmaðurinn hjá HK, hún Rebekka kom með eitt varinn bolta. Björk komið með 3 varðabolta hinum megin. Það var svo sem ekki mikið varið en ekki heldur mikið skorað í þessum leik. Ekki mikið 2 mínútur og leikmaður með 31, þarna var hann allt of sein. Salka hún var bara sein og greip aftan í. Það er ekkert þetta að mótmæla þessu. Sjáum hvað Haukarnir setja upp núna, einu fleiri. Þeir ákvað að setja línumanninn á staðstu manneskjuna, það reyna að slíta þeim með, búti blokk, milli 2 og 3, áskref, hárréttu dómur. Og skorar. Það eru einu færri, þetta er mjög dýrt. Og Hildur María Leifsdóttir með sitt 3. mark. Það er unnið þetta vel saman, skref hérna á Haukana og gerðu þetta mjög vel. Komnar yfir núna, fyrsta skiptið. 16 mínútur búnar, komnar yfir. Það gerða þetta vel, Haukasveppur. Ég held að hún hafi verið þetta sem voru að leitað í byrjun. Reyna að slíta vörnina þessum sundur. HK er einu færri, sjáum hvernig að leysa þetta. Upp, hérna. Viktor og Valdimar Þóttir eru komið 3 mörk í liði Hauka. Vel slúktað í hornina, einu færri. Arnaldi í fjörfjörðarinn, einu færri og gerir þetta mjög vel. Þetta er dýrt. Hauka vil koma hér aftur, tæma núna línumanninn. Það leysa þetta mjög vel. Það hafa leyst þetta mjög vel sóknarlega innum fleiri Haukasveppurnar en varnarlega en alveg skelulegt að fá á sig 2 mörk. Það er dýrt, þú átt ekki að tapa eða jafn einum fleiri. Þú vilt vinna þá leikluta. Og Haukarnir hérna fær í 4-2 leysinn.
en hugmyndin var góð, það leysin í 4-2 en leikmann nummer 23 hjá þeim, Viktoría, hún velur sér ekki bardaga á réttum stað, hún fer á milli turnana tveggja í vörninni hjá HK, það er ekki rétti staðurinn, hún átti að fara lengra. Leikmann nummer 22 hjá HK var að fá brottvísun og Valgerður Þorsteinsdóttir. Ég fannst þetta svona tiltölulega ódýrt en ég skal ekki segja það, við látum þá að dæma og þeir fljótar að leysa þetta leikmann 29 Ragnheiður Ragnheiðsson í sitt fyrsta mark og sjá hvað þeir gera núna, náttúrulega Haukarnir að plúsa hér á vinstri vænginn. Já, þeir plúsa alveg, það þýðir það að leikmann nummer 9 tekur plúsar á nær boltanum fyrir hraðflöp ekkert dæmt, nei, þetta var ekkert, þetta var bara og leikmann nummer 23 sem er eiginlegur bakvörður hjá Haukum í vörninni, hún kemur líka út, sækir plúsar þá á hornamanni. Sjáum hvað það gera, hvort það gerir þetta aftur. Þetta var óþarfi á Haukum að sjáum Hannarsson og plúsar inn sjálf og mark. Þetta er ánað frá markmann að verja, þetta var illa aftur án að verja. Heiðrún Helgadóttir skora þetta er annað mark. Þetta er búið að flauta, já, ég heyrði það ekki, hún var greinilega búin að flauta, en þarna var hún búin að það sé réttu Hilmari, hann var að færa til varnarmenn taka léttari leikmann að hafa þyngri og stærri leikmann á miðjunni í vörninni fyrir einu færri. Það leysa þetta mjög vel, ég verður bara að segja það að Haukarnir að leysa þetta einu fleiri mjög vel. Missa boltan aftur, hraðuplöp hjá Haukum, óöppinn, skot í stöngina. Númer 11 Arnar Dýrfjörð að skora. Afsökunar áhorfendur, ég var að lesa hér vistust á töfluna miðað við þetta stendur hér hjá mér og auðvitað eru Haukarnir ennþá yfir 12-10, þú veist bara innilega afsökunar og velveringar á þessu. Ísland var ekki rétt að mér, koma Haukarnir aftur, einu fleiri og víti. Þetta hann var að koma inn á leikmann og finna að missa hann ekki strax út aftur. Annað víti hjá Haukum sem fer forgörður, það er nú dýrt í þessu. Koma Hákastúlkur hér. Sækja á, það eru farin að taka inn úr umferð, fara nánast í 5-1, nánast að taka úr umferð miðjumanninn, fara aggressíft. Þetta er við það að vera rauningur. Við það að vera rauningur. Meiddist núna, leikmann núna 18, Heiðrún. Skall niður á hérna Olbóan. Svengið eitthvað slæmt högg á Olbóan. Gefum við nefn smá tíma til að jafna sig, leikurinn hefur verið stöðvar. Nú förum við yfir markaskorið, eða förum við yfir Rebekka Guðmundsdóttir markmaður hjá HK, þau eru ekki varinn um að 2 skot, ekki nema að segja, en það eru 2 skot hjá henni. Gerður Arbjörn er komið 1 mark, leikmaður númer
11 komið 2 mörk, hún Arna. Heiðrún, nummer 18 með 2. Hildur, nummer 19. Liðið HK með 3. Valgerður Þorsteins með 1 og Salka með 1. Förum yfir markaskora Haukana rétt og eftir. Nú er leikurinn að hefjast aftur. 22 mínútur búnar að fyrri hálfleik. Staðan 12-10 fyrir Hauka. Hafa þeir með undirtökin frá byrju frábærlega. HK hefur svona verið að saksa þetta svona, komist niður í 1 mark. Nú er það í 11 leikmann nummer 13. Sóley var að skora sitt fyrsta mark. Það er ekki langt á eftir, en það er samt. Haukar hafa haft undirtökin. Haukarnir koma hér og sækja þetta. HK og FH í sinni 6-0 vörn. Já, Varðún, þetta er tiltölulega létt skot. Rebekka Rún, þessi 3 skot varið. Skipti hvert skot sem er varið, það leysti inn núna hægra horni á HK og gekk ekki. Kemur hún hér, koma að spila. Jörg Ívarsdóttir verður sitt fyrsta skot, leikmann nummer 12, að skipta á hann hér í markinu. Og fá jafnaðir. Hildur María var að skora sitt 4. mark. Það er markahæst HK-stefna. Þá fyrsta skipti í leiknum er jafnt bara frá því var 0-0 og sjáum hvernig vinst úr þessu. Markmaður HK með sitt Rebekka með sitt 4. skot varið. Hending komin upp. Þetta var reyndar ekki rétt á dómurum vegna þess að Haukarnir áttu skot á markið sem að markmaður varði, þannig að þá er það ný sókn og þeir setja upp hendina eftir 2 sendingar. Út af það er óvilja verk en reglunar eru þannig að leikmann nummer 86 verður fyrir því að hann fari í andlit á sóknarmanni og það eru 2 mínútur. Þó sem óvilja verk. Tæma er vinstra hornið og nú verður hún aftur. Jörg Ívarsdóttir. Það er hérna Haukastúlkur en jafn. Það er komin aðeins meiri hraði í þetta við þá taugaveiknum saman í byrjun leiks. En náttúrulega eru einu færri Haukastelpuna, þannig að þær verða aðeins að sækja, leita, láta tíman líða. Fá ekki á sig hraðaplöf, þannig að þær eru svona aðeins að leita fyrir sér, að reyna. Vel gert. Leikmannum 27 minútur sem verður spila lengst af inn á línu. Dæmið ruðning, hraðaplöf og skorar. Það eru fljótar að taka þetta. Hildur með sitt 5. mark hér í dag, það er á 2 og hraðaplöfum. Þetta skiptir gríðarlegu máli að skora úr hraðaplöfum. Við veitum það að þessi ódýrum mörk, þau telja mikið fyrir uppi stæðir. Þjálfari vilja helst fá 8+ úr hraðaplöfum í hverjum leik. Það er einkenni góð lið, sóknarlið og þau eru oft líka góð í hraðaplöfum. Fríkast, Haukarnir ennþá einu færri, 10 sekúndur í mannin. Og fyrsta skipti hér í leiknum eru Haukarnir yfir, 13-12. Og við erum núna, þetta er þýðinga mikið að verja með sitt 5. skot varið núna. Koma HK í hraðaplöf.
klippingum, það var gert þetta svolítið í seinni bylgju, miðjumaður klippir við vinstri bakvörð og svo tæma þeir hornið, gekk ekki núna. Laust inn í 4-2, leikmann númer 18, númer sitt 3. mark Heiðrún Helgadóttir. Og ég held þjálfari Hauka Einar Jónsson tekur leikhlé núna þegar eru 26 og 40 búnar af fyrri hálfleik og það alveg eðlilegt. Það hefur verið mikið, segjum á ljótri íslensku, rönn á HK hérna senustu 7-8 mínútunar. Hlutirnir hafa gengið upp með þeim meðan að Haukarnir hafa svona gefið eftir, verið ragar í sínum aðgerðum og urðu fyrir því áðan einu fleiri að láta HK skora 2 mörk á sig meðan þær skoruðu 1 og það er dýrt, allir svona hluti telja. En það er nóg eftir þessu leik, það er 3:20 eftir að fyrri hálfleik, þannig að það getur allt gerst ennþá. En í augnablikinu eftir að Haukar höfðu svona fyrstu 14 mínútur og haft undirtökin í leiknum, þá kom HK sterkt tilbaka og hefur svona verið að sækja til veðrið, en það kom að 2 mörk yfir, 14-12. Sjáum hvað Einar hefur sett upp, hann lítur að hafa sett upp eitthvað fyrir þær að reyna að leysa þetta sóknarmál hjá þeim. Þær eru náttúrulega búin að skora 12 mörk en þær hafa ekki skorað mikið í hérna seinustu mínúturnar, þannig að hann þarf eitthvað að stappið að stálunum fyrir hálfleik, þannig að það listi ekki HK og langt í átt. Þetta var bara óöfnið, þarna var hún vel. Nú stóðum kjör, HK með hraðaplöp, Rebekka með sitt 7. skot varið og þetta er hún búin að gera núna hérna á stuttum kafla því hún var ekki með númer 2 skot varin eftir einhverja 19 mínútur. Þetta er þessi telur að HK búin að fá sín 3 hraðaplöpsmörk og voru óþnað núna að fá sín 4. Þetta myndi ég segja að væri helstu munun á liðunum þar sem af er fyrirhálfleik. Haukarnir hér í sókn reyna að leita fyrir sér. Leikmann númer 22 Elsa Björk reyndi finnstu en var hún langt frá manninum, þannig að varnarmaður þurfti ekki að hafa fyrir því að leita. Línumar kemur út í færslu. Leikmann númer 22 með glæsilegt skot. Þarna gerði hún það virkilega vel, Elsa Björk. Áfram hérna, Einar að mótmæla, við meina að markmaður sé búinn að henda tvisvar boltan hérna fram og þess að gefa neitt, kemur innleysing og beint upp í skot, vel gert, leikmann númer 7 gerður með sitt annað mark. Nú er 1:15 eftir að fyrir hálfleik og staðan er 15-13. Þetta var glæsilega gert. Leikmann númer 27, Gunnhildur Pétursdóttir með sitt 5. mark, kemur út af línunni eins og það voru að gera áðan, eins og hann ætlaði að fara að taka langa sendingu yfir að hægri væng en nú lyfti hann sig bara upp og skoðið og skoraði sjálf. Vel gert hjá henni. Kemur HK hér. Byrja að þreifa fyrir sér aðeins, hún líkur ekkert á, þær eru marki yfir og leita bara, reyna að spila sér lengt, fá markið, hendin upp. Þetta er leikmann númer 19, hún er að fara að köstum Hildur. Hildur alveg að fara að köstum hérna, kom með 6 mörk, virkilega vel gert. Hálfmínúta, 20 sekúndur eftir að hérna fyrir hálfleikstaðan er 16-14 fyrir HK. Haukarnir taka hér seinustu sóknina trúlega í dag, reyna
Þær eru með þrjá variant af þessu kerfi. Þessi línumæður kemur út, sækja hægra. Nú, þá flautum við til hálfleiks, staðan 16-14 fyrir HK sem byrjaði frekar rólega í dag og Haukarnir komist í 5-1. Síðan svona fjara aðeins undan þessu og hjá Haukunum, en það ná eftir, það seinni hálfleikur allur eftir og við komum tilbaka af Vörmungsspori. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla, lífæð samskipta. Njóttu þess að vera að heiman. Heimavörn Securitas. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir fasteignafélag. Okay, let's watch the game in my place. Hello? Hi. Where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Wow. Nice dress you got there. Change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible. Alltaf þrái ég þig heitt, þó líði ár. Í heiminum getur ein eitt þerrað mín tár. Þó líði ár og öld, ást mín ætíð ætluð þér. Þó gleymir þú í heimsins glaum öllu mig. Ég elska þig í svefni sem. Hafðu augun á boltanum með N1. Let's roll. Sam Finn kynnir. You sure there's not anything that you're not telling me? The Lincoln Lawyer. You got one client in jail. Empire segir pottþéttur thriller með Matthew McConaughey. The Lincoln Lawyer. Forsýnd alla páskana í Sambíóunum. Þú færðu meira eða miklu meira. Þú fær 20% fleiri mínútur og SMS í farsíma þegar þú færið þig í nýtt Vodafone gull. Skráði í 1414 strax í dag. Vodafone. Velkomin í heim hátækni. Við bjóðum eitt besta úrval af sjónvörpum á landinu. Á tækniblogginu okkar færðu nýjustu tæknifréttirnar utan úr heimi. Við bjóðum frábært úrval af farsímum af öllum stærðum og gerðum. Komdu í Hljómskálan í verslun okkar og upplifðu sannkallaða veislu fyrir skilningavitin. Og við erum líka sérfræðingar í hátölurum og mögnurum. Hátækni. Framtíðin hjá okkur. Stundum bjart, lífið hvað smæl, sem fyrir maður vitja sorgir
meira í leiðinni. Míla leggur metnað sinn í að vera ósýnileg. Strengir okkar tengjast þó öllum íslenskum heimilum beint eða óbeint með þjónustu við þá sem þjónusta þig. Sími, internet, sjónvarp, slökkvilið og slysavarnafélög eru meðal þeirra sem Míla kappkostar að bjóða fullkomnustu aðstöðu til fjarskipta á hverjum tíma. Míla, lífæð samskipta. Komið sæl aftur, Andri sem með ykkur, Gunnlaugsson. Seinni hálfleikurinn að byrja í úrslitaleik um Íslandsmeistaratitil í þriðja flokki kvenna. Staðan er 16-14 fyrir HK eftir að Haukarnir byrjuðu frábærlega og komust í 5-1 og voru 4-5 mest yfir í fyrir hálfleik, en 4 fyrir yfir að fara mest. En Haukarnir, HK hefur kom virkilega sterkt þennan senstu 10-11 mínúturnar og jöfnuð og komið síðan 2 yfir og staðan 16-14 þegar að seinni hálfleikur hefst. Tæma er aftur horni og leikmann nummer 16 varði. Ég veit ekki hvort að það sé rétt, sko hjá mér er leikmaður nummer 12 Tina Húnbjörg og 16 Björk Ívarsdóttir, en ég held að það sé á að eigi að vera hinn veginn. Þannig að þú sem er sé nummer 16 á markinu sé Tina Húnbjörg hjá Haugum. Ég vona að ég færi með rétt á. Koma hákamenn hér aftur, kannski ekki mjög hraður bolt í augnablikinu og vera aftur. Það setja annars gott verið. Markaskorinn í leiknum það sem að vera er þannig að Gerður Arbjörnsdóttir hjá HK með 2, Arna Dýrfjörn með 2, Sóley með 1, Heiðrún með 3, Hildur María með 6, Valgerður með 1 og Salka með 1. Koma Haukar hérna í sókn. Tæma vinstra hornið kemur og hún Rebekka er búin að loka alveg þarna, svona búin að fá svolítið að þessi ódýrum mörkum í horninu. Hjá Haukonum er dreifist markaskorinn þannig að Sjöfn er með 1 mark, Elsa Björk er með 2, Viktor er með 3, Gunnhildur Péturs með 5, Ragnheiður með 1 og Guðrún Ósk með 2. Og samtals eru Haukamarkmennum búin að verja 7 skot, þannig að það er jafnt á komið með liðunum. Kemur hér inn í leikinn frá miðju. Gera þetta mjög vel. Þetta var einfalt. Leikmann við 7 Gerður Arbjörnar sem 3. mark. Færmíndur. Þetta er óvilja verk en fer þarna Hildur fara síðan fyrstu brottvísun. Það er ekkert því að gera. Hún verður að taka á því. Svolítið hlaupið þarna. Fór í hálsinn á hornamanninum. Komaður aftur með sama leikkerfið. Tæmaður hornið en léleg sending og velja ranga leið. Völdu svolítið tóku ranga ákvörðu núna.
koma þær hérna Hákonstelpurnar geta bætt við, það 17-14 fyrir HK, það bara eitt mann og skor í seinna alveg og HK skoraði það og aftur sem leikmann nummer 18 Eiðrún með sitt fjórða mark þar svona það sýnist í augnablikinu að það ætti að halda áfram sá struktúr sem var í seinustu 10 í fyrri hálfleik. HK að ná yfirhöndin í þessum leik. Koma þær hérna Hauka, þær einu fleiri þannig að þær verða að velja sér bardagan rétt eins og þær hafa gert fram að þessu, einu fleiri velja rangt en að gefa ná línu þær að leita að röngu lausnunum. Þær eru búin að vera að gera þetta vel og eiga bara að halda áfram þeim lausnum sem það voru með í fyrri hálfleik. Og skref reyndar, dæmdi ekkert, sem meina íknast að baki á henni. Einu færi en þá Hákonstelpurnar aftur skref á enda dæmur hann ekki. Reynaði hraðuplaup. Vel, góð vörn. Valgerður Þorsteinsdóttir gerir þetta mjög vel. Stoppa hann á þess að brjóta gróft. Þeir eru einu færi og enn gera Haukastelpurnar mistök. Það var 1 sekúnd eftir. 1 sekúnd, hún var ekki búin að hleypa inn. Ég held að það sé rétt. Ég fór ekki að fullera, ég var náttúrulega ekki að horfa ég var ekki að horfa á ritaraborðið þegar ég á tíma, ég var að fylgjast með þarna inni. En Jóhann Lange, tímavörður, alveg viss í sinni sök. Alveg viss í sinni sök. Búið að ekki til þess að gera hann, ég veit ekki hvort þetta sé rétt eða ekki, en hann verður bara, hann viss í sinni sök. Ekki til þess að gera, hann Jóhannes Lange krækur upp á hár og ég held að hann sé ekkert að gera neinn mistök hérna. Og þannig að Haukarnir eiga aftur möguleika, nú voru þetta að verða 4 mínútur sem þeir einu fleiri og þær velja aftur röngu leiðina. HK er bara með góða vörn núna, en velja þær eru bara að velja rátt. Hendi komin upp á Haukarna, það er rosalegt, einu fleiri. Tekið skot og innkast. Það markmann er ekki varðan, það er beint í söngina. Koma Hákonstelpurnar einu færri. Það er svona, þetta er dýrt fyrir Haukana þetta vera einum fleiri, þá að láta lyfta upp á sér hendi. Koma Hákonstelpur, leysur inn, vinstra hot, gerir þetta mjög vel. Það er að telja rátt. Haukastelpurnar telja kolrátt. Og leikmann úr 18 Heiðrún með sitt 5. mark. Hún er bara, þær eru bara að telja ramp núna Haukastelpurnar í vörninni. Þær eru einu fleiri og ættu að vera léttar að koma Haukastelpur og skora. Leikmann númer 23 Viktoría Völdvansdóttir með sitt 4. mark. Það er enn hálf mínúta í leikmanni hjá HK, þannig að Haukarnir verða helst að reyna að vinna boltan og minnka munin. Það er 19-15 fyrir HK. Nefnir fyrir það var ekkert fríkast og skora. Staðan voru 19-16. Guðrún Ósmann sitt 3. mark. Haukarnir alltaf fara að vera aggressívri, hægt að spila svona passífa vörn, komna með sentir sem á að vinna mikið hér út, reyna að loka flæðin á boltanum hjá HK. Vel gert
Þannig var bara út boltan og leikmann nummer 28 Arna Björk var að skora sitt fyrsta mark. Gerir þetta mjög vel. Komaði hér áfram. Haukastelpur. Víti, já. Víti. Skoraði örugglega úr því. Leikmann nummer 9. Karin Högga. Allt í játtu hér ennþá. 20-17 fyrir Hauka, nei fyrir HK fyrirgefiði. Leysinn hérna Haukamenn. Hildur heldur áfram að fara á kostum hér. Mikið gerir þetta mjög vel. Haukarnir komið framalega. Þar af leiðandi losnar léttari stelpurnar hjá HK sem eru eins og Hildur duglega að taka þessa snúningsvindu. Hildur vinnur boltan, hraðuplaup. Lína, já. Það hafði eftir dómur á Lína. Það að velja þarna hér leikmann nummer 23 og Elsa Björk, hún alltaf fyrir að fara með 1 og 2 þannig að fara inn á miðjuna þar sem að herri varnarmennir eru. Æstungur Hilmar þjálfari HK hafði svo sem eitthvað til sín mál sem þið meina að það hefði verið rifið í treyjunni hjá einni stúlku hjá honum en það var alveg hárrétt svo sem Haukarnir farið að fara mjög aggressív búið með skrefin og hendin hlýtur að koma upp núna og enn skorar hún og gerir þetta mjög vel og heiður hún kasta bara ekki alveg undirhanda skot en svona út frá mjöðum kannski og gerir þetta bara mjög vel og kasta ná honum fram hjá varnarmann og í fjærhorni þannig að það alveg blikt fyrir markmanni. Það 2017 fyrir HK og kom smá kýpri á HK áðan en Haukum áðan en virðist vera aðeins að fjara út hjá þeim. Hotni tók og enn og aftur bara boltafetti á Haukum í sókninni og HK getur komið hérna bætt við komist í 6 marka fórustu sem að segi ekki að tryggja sígur sem nógur eftir að leiknum en það léttir færa bara sem boltan á Haukarnir innan þeir verða að fara að taka sjensa Haukamenn og taka sér hraðuplaup þær hafa ekki skorað það mikið úr svona venjulegum sóknarleik á undanförnu. Haukarnir gera þær breytingar hér á liðinu hjá sér, það er reyna að sjá hvort að þeir geti breytt aðeins upp. HK kemur hér svo sem við róluheitum, það liggur ekki á eða fá ekki hreitt hraðuplaup, þá stilla þeir bara upp í sóknarleik og sjá hvað þeir geta unnið úr því. Koma Haukarnir hér, klipping sem að enda með innleysingu á miðjumanni, gefið á línumann. Þetta var ekkert, hún bara veit þetta. Það var ekkert á þetta. Það er ekki svona væli við þessu, hún veit þetta. Aftur, þetta eru tvær. Þetta var mjög hættulegt og víti.
Leikmann númer 86. Nú, les hann ekki alveg rétt. Ég held að hann verið Gunnhildur sem hafi verið aftan í, en já, hvað það? Gerður Argrannar tekur vítið og markmaðurinn ver boltan en þeir halda boltanum Haukarnir og eru einum með hákamenn og eru einum fleiri. Æja, hún jafnaði, kvittaði fyrir þá hún Gerður fyrir vítið sem misstókst hjá henni. Þannig að þetta koma Haukarnir einu færri hérna og HK klippur enga út núna. Þær eru fara bara í 6-0 vörn, eru búin að þurfa ekkert að breyta hjá sér. Þær eru náttúrulega með yfirhönduna, komin með 6 marka fórustu og vilja bara halda vörninni sinni sem hefur haldið alveg sæmilega hjá þeim í það sem hafi leikt. Og Haukarnir hérna ekkert, þetta er ekkert, gefa bara fram á, hún er ein, þarna vel gert, óhrætt, farðu sjálf og vel varið. Þetta er gífurlega mikilvægt núna fyrir Haukana að fá svona markkosti þegar þær eru einu færri og 6 mörk undir, það þurfa svona eitthvað með sér, það er nú þannig sem það virka. Fríkast. Búnar 13 mínútur hér af seinni hálfleik og staðan er 23-17 fyrir HK sem hefur haldið undir tökjuna undanferðinu. Haukarnir óheppnir með skot ný sókn. Boltið fór í stána, þar af leiðandi er komin ný sókn og það hafi verið komið merkjum leiktöf á Haukarna. Aftur reynar hún úr skora, hann fer hún rétt, fer strax eftir innleysing á miðjumanni. Leikmann númer 23, þessi 5. mark. Þá eru jafnt í líðum aftur, Haukarnir halda áfram að fara hér mjög aggressíft langt út. HK tekur þá sama innleysingu miðjumaðurinn. Aðeins svo fljótt. Aðeins svo fljótt. Bara flautað og fljótt, hann verður bara viðurkenna það. Hann leysir aftur inn, gerir það sama, nú fer hún rétt, nú fer hornamaður hér og nú gerði hornamaður þetta rétt. Fer bara og sleppir hornunum og hending kemur upp. Koma Haukarnir hérna. Tilsulega létt. Haukmann nummer 9. HK á horni, boltinn í horni. Þeir eru bara að stilla upp sem liggur ekkert á. Það eru bara að stilla upp í rólegheitum. Já. Það eru að flýta sér svolítið mikið núna. Koma Haukarnir eiga náttúrulega að nýta sér þetta. Það er svona smá. Það er svo sem eru með seinna hálfleikur hálfnaður. Þannig að ástæðan er 23-19 fyrir HK. Haukarnir koma áfram með hálfmynd í manni, þannig að þær verða að reyna eitthvað. Bolti yfir. Vel gert hjá í horninu. Koma að breyta hérna HK. Breyta. Stilla þær upp hérna Haukastöfnuna. Það er að reyna að spila manninn inn. Hann er að koma inn eftir 7 sekundur. Hending kemur upp trúlega mjög fljótt núna.
nema að þær verða að reyna eitthvað skot og skora. Leikmann númer 22 Elsa og staðan var þá 23-20, þannig að þetta allt í járnum, nóg eftir að leiknum og það er aðeins að gefa eftir í augnablíkinu HK, en það svo sem það getur sveiflast aðeins til og frá. Og það þriðja markið í röð hjá Haugum og fljótt að breytast í það eftir staðan á 23-21. Leikmann númer 33 sem skoraði þetta mark. Hún var sem ekkert að æsa sig á bekknum, hann ætlar ekkert að taka leiklíða strax, hann ætlar aðeins að reyna að sjá hvernig vinnst nú þessu, nóg eftir að leiknum. Já, Gerður gerði þetta mjög vel með sitt 5. mark. Það er best að gera þetta bara einfalt og gott, heldur en að vera að leita einhverjum mjög erfiðum og þröngum færum. Og Haukarnir aðeins þyngri sóknarleikurinn. Nóg eftir þessu leik, það 12,5 mínútur eftir að leiknum. Stegum fyrir, það er rétt. Stegum fyrir. Aðeins smá breytingar hérna hjá HK. Aðeins að hvíla, Gerður búin að spila hér alla leikir. Virðist vera orðin að streitt í með speltu hér á fæti og virðist vera aðeins orðið þreytt í því. Við fáum smá pásu. Svona Haukarnir. Nei, þetta var bara blind sending, þetta var bara heimskuleg sending. Já, nú hlaupar vel tilbaka. Þær eru bara ekki vakandi. Stegjum fyrir. Ég held að það hafi hárrétt, dómarinn alveg í hliðina. Hefur gult á bekkinn. Aðeins dómarinn aðeins að stilla til hérna. En þetta var tíst fyrir Haugana. Þeir eru búin að fara með 2 möguleika og hinn að skora 1, þannig að það gæti verið búin að jafna, en það er nóg eftir að leiknum. Nóg eftir þessu leik, þannig að það getur allt gert ennþá. Það er HK hér. Ekkert. Keyra þær heim og hægt. Þarna hefði hann alveg getað að flauta víti, þær voru ekkert langt fyrir innan. Ekki farsók þessi bolti. Gefur hann á línu, hún heldur ekki boltanum. Gott færið þarna, greip hann ekki. Svona er aftur fram létt og það er nú óhefna núna að verða að segja þessu á þessu tímabúti í Haukastúkunar að koma þær áfram. Runingur. Koma Haukarnir hérna, svolítið klaufar. Þeir eru búin að eiga núna 2-3 mínútum góða möguleika að vera búin að jafna en hafa ekki nýtt sér það. Þannig að enn eru þær með 3 mörk og 3. stangar að slá að skoti hjá þeim í þessu leik. Þannig að Haukarnir vinna boltan. Og þær eru smá meiri grind í þeim. Þetta er áfram hérna. Haukarnir með skot og skora.
Það nú 24-22. Nú þurfa að halda sko í eina vörn eða tvær. 9,5 eftir þessu leik og það 24-22 fyrir HK. Koma HK hérna með reyna til áfram aðeins smá hugleysi, eitthvað fara að taka skarf og reyna. Já, kemur Gerður hérna og gerir þetta mjög vel. Þetta Gerður þarf að bara koma með 6 mörk í þessu leik og það er bara mjög þýðingarmikið. Og Haukarnir áfram. Reyna að stilla upp í sók, skellti upp eitthvað í hornið og nú verður hún að skora og gerir það. Leikmann nummer 29, Ragnarsdóttir. Nóg eftir eftir leikstað 25-23 fyrir HK. 8 mínútur eftir, þannig að það getur allt gerst í þessu en það verður náttúrulega að segja þessu með hverju mínúti sem líður, þá verður það þyngra fyrir Haukana. Þeir verða aðeins að halda núna eina tvær varnir. HK kemur hérna, tekur sama áðan, hreyfingu, milli varnar. Huldur óöppinn núna. Nú var með ágætisfæri, var óöppinn. Þetta Haukarnir komið núna og minnskata niður í 1 mark. Það svolítið sem það hefur inn á línuna og skora. Leikmannum Ragnar Sveinsdóttir með sitt fyrsta mark í leiknum. Já, ég held að þetta sé tímabak hjá Hilmari, þjálfara Þriðaflokks HK. Einnig með meistaraflokksþjálfarann, hann aðeins að skeppa á, reyna að brjótast upp aðeins hjá Haukunum. Það hefur verið aðeins með Haukum undanfarnar mínútur og svona undiraldan hefur legið með Haukum. Þá er kannski gott að aðeins að brjóta upp og reyna að sjá hvort að maður geti eitthvað stoppað í götin eða skeppa aðeins á sóknarleiknum. Staðan er 25-24 fyrir HK og markaskorinn er ennþá er þannig að Gerður er komið 6 mörk hjá HK, Arna með 2, Sóley með 1, Heiðrún er komið með 6 mörk, Hildur með 7, Valgerður með 1, Arna Björk með 1 og Salka með 1. Hjá Haukum er Sjöfn komið með 1, Kari með 2, Elsa með 4, Viktoria með 6, Gunnhildur með 5, Ragnheiður með Ragnars með 2, Guðrún Ósk með 4 og Ragnheiður Sveinsdóttir með 1. Koma Haukar hérna, reyna að tema hornið bara úr þröngu farir í horninu, ekki kannski alveg rétt valið en hvað er það? Það verður að reyna. Nú getur Haukarnir jafna leikinn bara frá því síðan einhver tíman eftir 20 mínútur í fyrirháleik þegar HK náði að komast yfir eftir góða byrjun á Haukum í þessu leik. Þannig að ég tel að mjög mikilvægt fyrir Haukarna að skora núna vegna þess að það geti svona verið sálfræðilegt ef þær skora. Leikmaður nummer 22 skora þetta mark. Ég held að þetta er skref skref. Ég segi það er sálfræðilegt eftir leikhlé, timeout sem að HK tók, þá missaði boltan, þá hérna klikkuðu HK-stúlkur, komaður í hraðaplöp. Og klára þetta öðrublad, kemur HK aftur yfir að mörgum öðrum ólöstum. Heiðrún hérna Helgadóttir
að mínum mati búin að vera, þær eru 3 ár hjá HK sem hafa verið bestar í mínum mati en sem komið í leiksins og það Gerður, Heiðrún og Hildur, þær hafa svona Gerður og Heiðrún hafa verið varnarlega mjög sterkar og eru alltaf búin að skora talsvert og síðan á tímabili fyrri hálfleik að þá var Hildur María mjög dýrmætt fyrir HK og var að skora á tímapunkti þegar ekkert var að gerast hjá þeim. Nú eru 5 og 15 eftir þessu leik, staðan 26-25 fyrir HK og þetta að verða mjög spennandi leikur eftir raun og veru að ég taldi að HK væri að vinna þennan leik tiltölulega örugglega en nú þetta bara orðinn alvöru handboltaleikur aftur með mikilli spennu. Sjáum hvað gerist hérna seinustu 5 mínútur af leiknum. En ég hef nú svo sem hafði nú Haukar í gegn leikmann númer 9 og skorar. Það enda með áminningu. Já, ég verð að taka samt undir þetta að Valgerður Þorsteinsdóttir hefði alveg mátt fá fríkast á hann en það reyndist sem ekki vera. Það þá voru jafnt hér aftur 26-26 gefið inn á línuna og viti. Þetta Haukar taka til brás að skipta markmenn. Sjá hvað gerist. Sjá það að reyna að sjá hvort það hjálpið þeim eitthvað að reyna að halda þessu. Það ennþá jafnt 26-26, 4 mínútur eftir og Valgerður skorar sitt annað mark í leiknum og kemur HK í eins manns forystu. Komin aftur grind upp í HK og vörðina, það var hann smá tímabili, þessu var smá sofandi en það komið aftur hér, það eru búin að taka með einu umferð, þannig að gera þetta erfiðar fyrir Haukarna, taka leikmann númer 9 sem var komin, Karin Helgadóttir sem var svona allt í öll í spilinu hjá Haukum, góð vörð hjá HK. Hildur var búin að missa mannin en leikmann nummer 13 Sóley Ívarsdóttir hjálpaði til. Leikmann nummer 22 jafnar aftur. Þetta þarf að vera bara jafn og öllum tölum hér en nú eru 2 mínútur eftir á þessu leik staðan 27-27 við að vera hér æsi spennandi 2 loka mínútur. Ef heldur áfram sem horfir þá fer í framlengingu og það nú ekki slæmt þegar þannig gerist. Gerður upp í skot, já, gerir þetta alveg glæsilega. Þær að gera þetta núna, að HK-stelpunar, leys þetta bara mjög auðvöldlega. Gera einfalda hluti, þá Gerður upp í skotið. Koma hérna Haukar-stelpunar á línuna og skorar. Og jafnt eða þá 28-28. Þannig að ég fór við með virtust á hann, það voru 2,5 eftir á hann fyrir það verið 2, nú voru 2 mínútur eftir, staðan jafn 28-28. Gerður kemur upp og skorar, hún drjúg núna hér í restina. Ég hallast nú að því að ef HK vinni þennan leik að Gerður verði valinn maður leiksins. Nú er leikmann númer 22, hún Elsa, hún ekki búin að gefa stökk, hún ætlar ekkert að skref aftur, hefði hann alveg getað dæmt. Valgerður kemur Gerður á Hildur í horninu og nú verður hún.
1:15 eftir, Haukar með boltan, jafn, 29-29. Þannig að nú allt í einu orðið mikilvægt fyrir HK að halda. Einar á ennþá eftir þjálfari Hauka á ennþá eftir leikli. Nei, losnar hornamennin og hún skorar. Allt í einu Hauka komnir yfir hér, áhorfendur góðir. 30-29, 45 sekúndur eftir þessu leik, bara til þess að fá framlengingu. Það verða HK að skora. Gerður kemur hér yfir inn á línuna. Já, það er allt verða vítlust hérna, hálfmínútu eftir og enn jafnaði 30-30. Haukarnir eiga enn möguleika á að vinna þennan leik. Búið að flauta, þannig að meiddust tvær hana, þannig að það er svo sem ekkert sem að við getum sagt við þessu. Ég heldum þær hafa verið báðar brotnar hann inn í hérna teginn. Það eru 29-41 búin að þessu leik, áhorfendur góðir. Og Hauka með boltan, staðan 30-30. Verður gaman að sjá hvað gerist hérna. Þeir verða að brjóta, nú verða þeir bara, þetta er hárrétt hjá HK. 15 sekúndur eftir. Haukarnir taka timeoutið sitt sem er átt eftir, setur upp kerfi. Nú reynir á tappkunnáttu þjálfarana og einbeitingu leikmanna. Annars vegar hjá HK að halda, reyna að lesa út hvað er að gerast, reyna að halda vörninni. Þær verða að halda til að komast í framlengingu. Nú Haukarnir eiga eftir 15 sekúndur, þar með ekki missa boltan og fljótt, þá getur HK stólið sigrinum. En ég sé að Einar að setja upp eitthvað kerfi hérna sem á að leiða til þess að þið fáið gott færi. Sýnist á þess að ég sýnist þess að staðan er að það sé mikið stress í báðum liðum. Mikið stress, alla hlaupar í harpixi. Þetta verður gaman að sjá. HK fer framalega með 2. Allar að freista þess að Haukarnir, sjá hvað Haukarnir gera. Tæma hér, reyna að fela eina hérna. Bolti kemur hérna yfir, 15 sekúndur. Og verður að skjóta. Og ekkert dæmt. Búið ekki fríkastið. Hann gefur henni séns á færinu. Áhorfendur við staðinni 30-30 eftir venjulega leiktíma. Það verður framlengt. Ég held að ég held að það er framlengt í 2-5. Nú ef það er aftur jafnt, þá er aftur í 2-5. Nú ef það er jafnt, þá er vítakastkeppni. Og það er svolítið, nú athyglisvert eða yrði þannig, vegna þess að í úrslitakeppni í meistaraflokki kvenna, þar sem að HK og Fram spilu til úrslita, þar endaði í vítakeppni. Við sjáum til, við komum tilbaka á vörmum. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla, lífæð samskipta. Njóttu þess að verað heiman. Heimavörn Securitas. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reytir fasteignafélag. Okay, let's watch the game in my place.
Hello? Hi. Where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Wow. Nice dress you got there. Change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible. Alltaf þrái ég þig heitt, þó líði ár. Í heiminum getur ein eitt þerrað mín tár. Þó líði ár og öld, ást mín ætíð ætluð þér. Þó gleymir þú í heimsins glaum öllu mig. Ég elska þig í svefni sem. Hafðu augun á boltanum með N1. Let's roll. Samfinn kynnir. Sure there's not anything that you're not telling me? The Lincoln Lawyer. You got one client in jail. Empire segir pottþéttur thriller með Matthew McConaughey. The Lincoln Lawyer. Forsýnd alla páskana í sambíóunum. Þú færðu meira. Boltinn í bein. Það komið sæl aftur Andrés Gunnlaugsson hérna með ykkur áfram eftir æsispennandi leik í úrslitaleik í þriðjaflokki kvenna og fór allir svo að við fengum framlengingu 30-30 og eru lokað tölur í venjulegu leiktíma. Nú skulum sjá hvað gerist. Það spilaði í tvisvar 5. HK byrja með boltan, Haukarnir fengu að velja og Völda fyrir í vörn. Haukarnir, nú það bara nýr leikur, 30-30, nú bara sjáum við hvað gerist. Og þetta var mikilvægt að verja þarna. Þetta var klaufalegt. Ég veit ekki hvort þeir að skrifa þetta á markmanninn eða á leikmann sem að bíða eftir bolt. Þarna komu Haukastúlkan bara blind á og Gerður skorar enn og aftur. Hún búin að vera drjúg hérna í seinni hluta þessa leik. Komið 9 mörk. Þannig að við sjáum hvað gerist hér í framhaldinu. Bæði lið búin að skora 1 mark hér í fyrir hluta framlengingar, 31-31. HK ákveður að taka, þetta aðtilsveld, ákveður að taka 2 umferðir og spila 4 á 4. Velja 2 sterkustu sóknarmennina og taka það og sjáum hvað gerist núna. Nú reynir á þessar 4 að halda breytt, teygja á vörninni og taka síðan, þetta bara árás 1 og 1, sko, þarna. Nú með skrefin. Það smá æsingur og hiti í þessu, þannig að
Þannig að þarna gerði hún þetta alveg rétt, leikmaður nr. 23, Viktoría Valdimarsdóttir, bara kláraði ekki færi sitt og á að fara eina og eina og 2 mínútur á. Nýsótt, þetta er nýsótt. Þannig var hendin komin upp og Heiðrún fer í það að eltast við að fara að. En ég held að HK ekkert að hræðast þetta, þær hafa staðið vörnina mjög vel 5 á móti 6, þannig að þær eiga bara að halda rósinni. Nú Haukar skyldi koma, taka hér kerfi, tók út af fyrri hálfleik og gekk upp hjá þeim. Nýjan skoraði þá hún Karen, en nú gekk það ekki. Karen tekur skot og skorar. Karen komið 4 mörk í dag og vinna boltan. Nú getur Haukarnir komið í 2 marka forystu, það er 32-31. Þær eru einu fleiri, þannig að 3 mínútur búnar að fyrri hálfleik framlengingar og það getur virkt þungt í framhaldinu. Koma Haukarnir hérna yfir í hornið, hornamaður fór ekki að fara inn, verja stöl HK stelpunar, þetta er bara fríkast. Hendin kemur trúlega upp mjög fljótlega hjá dómarunum. Gefa henn kannski 3 sendingar í viðbót, mestalagi. Reynt að tróðin á línu og þú treður ekki línun á það sem að hæðsti leikmaður vallarins Gerður er í vörn. Gerður tekur þessa bolta. Kemur HK hálf mínútu í mannin, það er einu marki undir, 1:15 eftir að fyrri hluta framlengingar. Vel gert. Ég hefði viljað sjá Anna Valgerði gera meira hans í leiknum. Hún er mjög góð í þessari svona stungufintu. Hún hefði mátt gera þetta oftar í leiknum. Koma þær í klippingu, Gerður er hérna bara upp í skot og skora. Gerður kom með 10 mörk í leiknum. Já, 32-32. Það voru jafnt í liðum og það eru 40 sekúndur eftir að fyrri hálfleik framlengingar. Sjá hvað Haukarnir gera hérna, þetta er mikilvægt fært. Það byrja með boltan í seinni hálfleik. Mjög mikilvægt fyrir þær að reyna að vera 1 mark yfir í hálfleik á framlengingunni. Kemur upp skot og skorar. Leikmaður 23. Viktoría komið 7 mörk í þessu leik. Þetta er svo sem og nú segir Hilmar spílu, hann veit bara að fá mark, hann veit hvað er mikilvægt að fá mark núna, að vera jafn, gefur á línuna og skýtur í andlitið á markmannum, þannig að það verður bara að stoppa leikinn. Það eru bara sekúndu eftir að þetta er bara óvilja verk, hún bara hoppar og þetta er svo sem bara óvilja verk já, það er búið, þetta er rétt á hann. Það er sekúnda bara eftir. Það getur ekki ræst úr skotinu, þannig að þetta er rétt. Það er bara sekúnda, það er ekki sekúnda bara eftir, þannig að nú er staðan þannig að Haukarnir byrja með boltan. Staðan er 33-32 fyrir Hauka, 5 mínútur eftir. Þannig að nú virkilega fer að telja. Við sjáum að Haukarnir skoruð 3 mörk og HK 2 á þessu 5 mínútum. Ef að Haukarnir myndir skora í hérna fyrstu sókn, þá fer að verða stressfaktorinn að verða ansið þungur. En hann er ekki stressaður hér tæknistjórinn og sjónvarpsstjórinn. Ég er kannski að sofna hérna, hann er orðið þreyttur. Þetta er búið að vera spennandi leikur fram að þessu, allavega kannski ekki handboltalega séð alltaf mjög góður, en það segir kannski ekki alveg allt. Þetta er úrslitaleikur og þá vitum við það
Það kannski maður næri ekki að sína alla sína bestu handboltaliðar en í staðinn fáum við hérna leik þar sem er talsvert stress og talsvert fum að fá. Og þá hefst hérna seinni hluti framlengingar, staðan 33-32 fyrir Hauka og Hauka byrja með boltan. HK ákveður það að detta niður aftur í 6-0 vörn, fannst líkt ekki ganga hjá sér að taka 2 umferð. Sjáum Haukarnir sem sækja í gegn og það þetta sem þetta svolítið erfitt. Nú fer þvingunin að verða í hínáttina, þvingunin fer að verða hjá HK. Nú verða þær að skora, 34-32, að nóg eftir að framlíngunum slósum. HK kemur hérna, Gerður, og nú ver hún. Nú fer þetta að verða þungt. Þetta liggur með Haukum í augnablikinu. Þannig að við sjáum hvað gerist núna. Haukarnir koma, sækja, það nóg eftir þessu leik. HK má ekki fara í einhverja örvæntingu. Þannig að halda bara vörninni. Koma hér, nú 22 gefur í hornið. Kom yfir hérna. Hendi kemur upp. Alveg klárlega. Það var hraðplöp hjá HK, það verða að sækja á marka á boltan, óöfnar. Það Vogum vinnum, Vogum tapar í þessu. HK verður að sækja núna. Það verða 2 mínútur búnar að þessum hálfleik. Seinni hluta framlengingar, þannig að það alltaf tikkar tími með Haukunum núna. Haukarnir í sók koma, taka ekkert, það er ekkert að þetta. Hún kom bara seint í skotið, Gunnhildur, það var vel hugsað, hún kom bara seint í færsluna, HK. Nú ekki spurningum, nei, hann að vera bara, það fellur allt svolítið með Haukunum núna. Haukarnir þurfa að skipta hér út af. Leikmaður hefur orðið fyrir meiðslum. Elsa sem búin að vera mjög sterk núna. Nú þreytan farin að segja til sín. Það sinadráttur, það stressið, það allt sem svona aðeins satt. Þetta heldur áfram. Seinni hálfleik Haukur framlengingar hálfnaður. Þannig að við sjáum hvað gerist. Haukarnir verða að skjóta, Gunnhildur reynir óöppin fyrir stöngina. HK kemur hraðplöp, Hildur óhrædd, fyrir gegn og skorar. Þarna þær vinna vel saman, Valgerður og Hildur. Valgerður sér Hildi mjög vel fyrir hún að hlaupa fram einna sendingar hraðplöp. 33-34, Haukum í vil. 2 mínútur eftir að seinni hálfleik framlengingar, þannig að sjáum hvað setur hérna. Haukarnir með einfalt skorustu, sækja á markið. Nú það hrættar, hending kemur upp bara mjög fljótt. Ég get alveg lofa því að toleransdómar ekki fyrir innhorni og skorar. Trúlega hafa þær langt með þetta núna. Leikmaður nr. 29 skorar. Ragnheiður. Dýrmætt, nú verða þær að skora bara fljótlega. HK-stelpur 2 mörkum undir, 1,5 eftir af þessu. Verður að taka sjensinn á Hilma fyrir maður og mann, það eina sem að vitir í. Þær hafa enga að tapa. HK-stelpurnar verða að sækja á markið. Það er rétt, þær verða að sækja áttina á marki. Gefur í hornið, HK fer inn og upp inn. Skýtur í slána. Nóg eftir að þessu leik hérna, mínútu eftir. HK verður að reyna að skjóta mjög hratt. Valgerður. Nú verður eitthvað að taka skarið. Nú má ekki vera þættur. Eitthvað bara að skjóta. Og enn óöppi, nú skýtur hún stöngina. Haukarnir vinna boltan. Þarna held ég að þetta vunnist. Við sjáum hvað setur samt. Hálfmínútu eftir. Nú hefur Haukarnir bara verið að sníðir. Láta boltan malla sín á milli.
fá hendinu, helst eitt fríkast, en vinna HK ofta að reyna hraðaplöp, nú bara að brjóta, nú fríkast, Valgerður og framhjá, æsispennandi leik, lokið hér sem hefur verið nokkuð kaflaskiptur, Haukarnir byrjuðu betur, voru framan af 15 og 16 mínútur í leiknum, Haukarnir, voru betri fyrstu 15, HK kom vel inn í leiki, var yfir í hálfleik, var lengst af í seinni hálfleik með betri spilamennsku, Haukarnir unnu sig jafnt og þétt í leikinn, þetta var jafnt 30-30, fór í framlengingu, Haukar unnu, ég segi ekki verðskulda því að bæði liðin hefðu alveg verðskulda að vinna hana leik. Leikurinn endaði 35-33 Haukum við. Andri Skurðursson heiti ég og þakka fyrir samverðinu í dag. Hér skulum við áfram gott. Þá komið Íslandsmeistar og Jónílóki kvenna, 3 Haukum.
Þetta er Haukar. Þetta árið til hamingju. Boltinn í beinni á sporttv.is. Boltinn í beinni á sporttv.